Það komið. 523. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar settur. Fundurinn haldinn að Tjarnargötu 12 klukkan 5. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Eysteinn Eyjólfsson, Guðni Birna Guðmundsdóttir, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Kristján Jóhannsson, Gunnar Þórarinsson, Kristinn Þ. Jakobsson, Árni Sigfússon, Magnea Guðmundsdóttir, Böðvar Jónsson, Baldur Þ. Guðmundsson og bæjarstjóri Kjartan Már Gjertarsson. 4 mál eru á dagskrá fundarins og eru þau eftirfarandi. Ég gleymdi örugglega sjálfur mér. Elvar Spjarnadóttir. Mætt. En málin eru eftirfarandi. Fundargerð bæjarráðs 18. maí og 1. júní 2017. Fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar 18. maí 2017. Fundargerð fræðsluráðs 27. maí 2017 og fundargerð barnaverndarnefndar 29. maí 2017. En tekin fyrir fyrsti dagskrárliður sem eru fundargerðir bæjarráðs frá 18. maí og 1. júní síðastliðnum. Orðið er laust. Kristján Jóhannsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, góði bæjarfulltrúar. Það er fundargerð bæjarráðs. Ég er að reyna að finna þetta hérna í tölvudótunum mínu en ég ætla að tala þá ákvörðun Kölku að hefja flokkun á sorpi frá bæjarbúum sem ég fagna mjög til þetta heillaskref fyrir bæjarbúa að fara út í það að bjóða upp á þetta. Ég veit að margir eru með flokkunartunnur, græna tunnu og ég held að þetta sé fyrsta skrefið að því að við göngum enn lengra og förum upp í, ef þetta gengur vel þá tökum við allan skalan og förum þá í jarðvegsúrgangi líka og bjóðum þá upp á 3 tunnur. Auðvitað þarf að skoða þetta allt í því samhengi að þetta er töluverður kostnaður. En ég held að sé líka, og væri kannski gaman að velta því upp hvort að við færum ekki þá bara í ákveðið átaki því að kynna þetta fyrir bæjarbúum og yngsta fólkinu sem er oft bestu löggurnar í þessum efnum að hvetja heimilisfólk til þess að flokka. Og þó að við séum hér í okkar ágæta bæjarfélagi með einu og flottustu brennslustöð á landinu, þá skiptir þetta náttúrulega máli til framtíðar að við kennum okkar unga fólki og við okkur sjálfum að flokkun á sorpi er framtíðin. Til gamans get ég sagt ykkur frá því að við fjölskyldan höfum gert þetta í 10 ár. Við erum með græna tunnu frá Gámafélaginu og þegar að losunar dögum á almennu sorpi var fækkað eða tíðnin minnkuð farið upp í 10 daga, þá fóru margir og urðu margir fyrir miklum vonbrigðum vegna þess að ruslatunnan var þá alltaf sneisa full. En það snýrist alveg við, allan að hjá þeim sem eru með 2, að endurvinnslutunnan sem er tæmd einu sinni í mánuði, hún er alltaf tróðfull af plasti, af blöðum, áli og pappafernum. En það skiptir engu máli hvort að það eru 10 eða 15 dagar í ruslinu og hún er alltaf hálffull. Og það leiðir líka hugan að því hversu ógrynni af plastumbúðum er það sem okkur er boðið upp á. Menn get ekki farið og keypt sér eitt pítubrauð öðruvísin að þeir sitja uppi með minnst okkur 200 grömm af plasti á eftir. Og ég held að þetta sé afturför og ég hef fylgst með því að sum sveitarfélög hafa hreinlega tekið upp á þá stefnu að útrýma plastpokum, plastumbúðum og ég held að það sé gott. En fagna mjög þessari
ákvörðun Kölku að bjóða upp á 2 flokka kerfi. Eysteinn Eyjólfsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil eins og bæjarfulltrúar Kristján fagna því að við séum að fara að flokka saman rusl í Reykjanesbæ og gott og þarft hjá Kölku að vinna þess að gera það sama í öllum sveitarfélagunum á svæðinu og tek undir með Kristjáni að við eigum að nýta tækifærið og horfa svona á okkur hvað við getum gert meira hér í Reykjanesbæ heldur en bara að flokka í 2 tunnur. Ég og bæjarfulltrúi Magnea Guðmundsdóttir og Berglind Ásgeirsdóttir sem er starfsmaður bæjarins á garðyrkjusviðinu, við erum í starfshópi sem er einmitt að vinna að því að skoða hvað Reykjanesbær getur gert svona vítt og breytt það að auka flokkun innan sveitarfélagsins og setja þá niður með haustinu markmið og leiðir það hvernig við getum fjölgað til dæmis flokkunarstöðum, hvað væri hægt að gera til þess að minnka eða jafnvel banna plastpokanotkun og annað sem að Kristján benti á. Þetta er sérst ánægjulegur punktur, ánægjulegur áfengi sem við Suðurnesjamenn erum að ná. Þá vil ég líka í seinni fundargerðinni frá 8. júní þar sem við erum að tala framkvæmdir við Reykjanesbraut, fagna þeim áfanga líka. Það er að segja að byrja verði sem fyrst á 2 hringtorgum á Reykjanesbrautinu sem er náttúrulega í stuttumáli einn lítill vegsteinn á því að gera Reykjanesbrautina ofan Reykjanesbæjar eða inn í miðjum Reykjanesbæ, öruggara en er nú og á náttúrulega enda með 2-földun brautarinnar með tíð og tíma. Þetta er náttúrulega verkefni og alveg svo hringbrautið við Stekk, við Fitjarvar, alveg svo undirgöngin undir Reykjanesbrautina niður á Fitjarsvæðið sem voru tekin í gagnið í vor, alveg svo hringtorkið sem var í Grænás. Þetta er allt saman verkefni og hugmyndir sem hafa verið að gerast mjög lengi hjá í bæjaryfirvöldum Reykjanesbæ og eru náttúrulega áratuga eða ára gömul og menn hafa verið að þrýsta á vegagerðina og þar hafa fyrri bæjaryfirvöld og núverandi bæjaryfirvöld og ekki síðast en síst starfsmenn umhverfis- og skipulagssviðsins sem er mjög duglega að ýta á eftir vegagerðina að fá þetta fram. Og núna hillir undir það að þó allan á komin 2 hringtorg sem eru að fara að rísa vera til og með því að það aukist á umferðaröryggi og við þurfum bara að vinna það áfram að því, bæjaryfirvöld og svo aðrir áhugahópar saman að því að koma 2-földunin í gegn. Bæjarstjóri Kjartan Már Kjartansson, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar að fara yfir mál sem er nú ekki beint á dagskrá í bæjarráði en ég veit að það hefur stundum með leyfi forseta verið heimilt að fjalla svona mál sem eru ofarlega á baugi. Mér langar að gera það en eins og bæjarfulltrúar eflaust vita þá hefur talsverð umræða farið fram síðustu daga og vikur bæði í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum svæði fyrir ofan Iðavelli sem fengið hefur nafnið Flugvellir. Ástæðan er sú að þegar uppgröftur og gatnagerð hófst á svæðinu kom ýmislegt járnarusl og annað drasl í ljós en einnig grófu menn niður og tjörutunnur sem fóru að leka úr. Við það stöðvaði Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja framkvæmdir og ákvað að rannsaka svæðið nánar. Ég ætla nú með leyfi forseta að fara aðeins yfir þetta mál eins og það birtist mér og upplýsa bæjarfulltrúa og íbúa stöðu málsins eftir bestu getu leið. Áður en bandaríski herinn settist endanlega að í herstöðin á Keflavíkurflugvelli var hér til staðar bandarískt setulið. Á vegum þessara aðila voru reistir hér braggar og önnur mannvirki úr járni og stáli og þegar þeir höfðu lokið hlutverki sínu voru þeir rifnir niður og einhverju leyti komið fyrir á þessu svæði. Smátt og smátt safnaðist á þessu svæði alls konar járnarusl og drasl auk þess sem þarna risu svo Nei, þetta var ekki með það.
fyrirgefið. Afsakið þetta. Já, sem sagt, á vegum þessar aðala voru reistir hér braggar og önnur mannvirki úr járni og stáli og þegar þeir hefðu lokið hlutverki sínu voru þeir rifnir niður og einhverju leyti komið fyrir á þessu svæði. Smátt og smátt safnaðist þar alls konar járnarusl og drasl auk þess sem þarna risu svo olíutankar síðar og af ýmsum stærðum, flestir þó litlir. Á einhverjum tímapunkti kom herinn þarna fyrir talsverðu magni af tunnum sem innihéldu tjöru og sagan segir að bæjarbúar hafi einnig lagt sitt að mörkum á drasli og úrgangi á þetta svæði, svo sem járnarusl, timbur, plast, bílhræ og fleira. Eftir því sem tími leið færðist byggðin ofar í Keflavík og nær flugvellinum. Þetta svæði var lengst af innan öryggissvæðis flugvallarins og á sínum tíma þótti ólíklegt að þarna yrði nokkuð tíma byggt. Það átti hins vegar eftir að breytast og þegar gatnagerð við Iðavelli hófst upp úr 1970 var búið að minnka öryggissvæði flugvallarins þannig að heimilt var að nýta þetta svæði ef menn vildu. Því var ákveðið að þekja svæðið með 4 til 5 metra lagi af jarðvegi og urða það járnarusl og drasl sem þarna var þá saman komið. Síðar var það tyrt að hluta og þar komið fyrir knattspyrnuæfingasvæðið sem var þó víkjandi í skipulaginu. Árið 1992 gerðu bæjaryfirvöld í Keflavík svo samning við utanríkisráðuneytið leigu á landinu og í því samkomulagi tók sveitarfélagið ábyrgð á að hreinsa svæðið ef ákveðið yrði að fara í framkvæmdir og í ljós kæmi að fjarlægja þyrfti áðurnefnt járnarusl og eða olíumengaðan jarðveg. Í því samkomulagi var ekkert talað tjöru eða önnur mögulega meira mengandi efni. Þegar vinna við gerð staðardagskrár 21 stóð sem hæst árið 2001 ræddi stýrihópurinn sem í voru auk undirritaðs bæjarfulltrúarnir Björk Guðjónsdóttir og Ólafur Thorstensen við ýmsa aðila, bæði fyrirtæki, stofnanir og einstaklinga. Engar frumrannsóknir eða kannanir voru gerðar í tengslu við þessa vinnu, einungis stuðst við fyrirliggjandi upplýsingar, vitneskju og sögur sem mönnum voru þegar kunnar. Í einu slíku samtali sem ég því miður man ekki við hvern var, kom fram að á þessu svæði væru þúsundir tjörutunna grafnar í jörð. Viðkomandi gaf því miður ekki staðsetta nákvæmlega en var þess fullviss að þær væru þarna. Það staðfestu fleiri bæjarbúar sem mundu eftir fuglum og öðrum dýrum sem höfðu verið að festast í tjörunni. Þetta var sett í skýrsluna á blaðsíðu 15 og orðað þannig, gæsalappir, við hlið, eða bein tilvitnun hérna, við hlið íþróttasvæðis og Iðavöllum eru grafnar mörg þúsund tunnur af tjöru. Tilvitnun lýkur. Reyndar urðu svo einhverjir til þess að draga úr þessu eftir að skýrslan kom út og sögðu þetta ekki hafi verið svona mikið magn. Nær væri að tala einhverja tugi, í mestalagi 100 tunna en aldrei nokkuð þúsund. Skýrsla stýrihóps staðardagskrár 21 hafði enga formlega stöðu í stjórnsýslunni og var ekki dreift eða send út til umsagnar eða kynningar, heldur einungis kynnt í bæjaráði og bæjarstjórn Reykjanesbæjar. Einhverjir fjölmiðlar, meðal annars Morgunblaðið, fjölluðu hana á sín tíma og vitnuðu í hana. Eftir sveitarstjórnarkosningar árið 2002 var stýrihópurinn svo lagður niður og verkefni staðardagskrár 21 fært undir bæjaráð. Mér því miður ekki kunnugt hvort eða þá hvað var gert meira í málinu eftir þá breytingu. Eftir sveitarstjórnarkosningar 2006 hófst vinna við endurskoðun aðalskipulags Reykjanesbæjar og stóð allt kjörtímabilið þar til það var afgreitt árið 2010. Á meðal þeirra nýjunga sem komu til sögunar var svæði undir flugtengda starfsemi á umræddu svæði. Engar athugasemdir bárust þennan hluta aðalskipulagsins, hvorki frá íbúum, heilbrigðiseftirliti, Katigó, ríkinu eða öðrum. Engar ábendingar eða athugasemdir komu heldur frá öðrum aðilum. Skipulagsstofnun samþykkti nýja aðalskipulagið án þess að nokkur úttekt eða rannsókn hefði farið fram á svæðinu. Því var mönnum ekkert af vandbúnaði að hefja vinnu við gerð deiliskipulags, byggt á hinu nýja aðalskipulagi og var þá strax gert ráð fyrir starfsemi sem tengdist flugi eða ferðaþjónustu, svo sem fyrir bílaleigur með tilheyrandi þjónustu. Ekki kom til lóðaúthlutan á þessum forsendum og eftirspurn minni eftir lóðum undir slíka starfsemi þá.
Árið 2015 fundum við hins vegar fyrir vaxandi áhuga og þörf frá ýmsum aðilum fyrir lóðir undir margháttaða starfsemi tengda alþjóðafluginu og var ákveðið að deiliskipuleggja svæðið upp á nýtt, fyrst og fremst með bílaleigur í huga, sem þyrfti að geta byggt rúmgóða þjónustubyggingar en einnig að hafa næg bílastæði undir 100 eða 1000 bíla. Það er það skipulag sem nú er í gildi og úthlutaðar lóðir taka mið af. Þegar gatnagerð hófst nú í vor, komu menn fljótlega niður á járnarusl ýmiss konar og síðan áðurnefndar tjörutunnur. Hvorki starfsmenn umhverfissviðs Reykjanesbæjar né heilbrigðiseftirlitið vissu af þeim eða höfðu lesið hina 16 ára gömlu skýrslu stýrihóps staðardagskrár 21. Undirritaður sem tók ekki beina þátt í gerð deiliskipulagsins mundi því miður ekki sérstaklega eftir þessari setningu í skýrslunni, enda fjölmargt annað áhugavert í henni sem fróðlegt hefur verið að rifja upp síðustu daga. Það hefði svo sem heldur engu breytt því að það stóð alltaf til að nýta þetta svæði undir flugtengda starfsemi og járnarusli og tjaran verður fjarlægt. Rannsóknir sem gerðar voru á heilbrigðiseftirliti Suðurnesja og senda til rannsóknar hjá Háskóla Íslands staðfesta einnig á svæðinu er hvorki alvarlega mengun eða þungmálma né þrávirk efni að ræða. Starfsmenn umhverfisins hafa verið í góðu sambandi við þá lóðarhafa sem þegar hafa tryggt sér lóð við flugvelli. Ljóst er að einhver seinkun verður á gatnagerðinu vegna þessa, en vonandi ekki nema nokkra vikur í mesta lagi mánuðir. Takk fyrir þetta, Kjartan. Það þá ekki fleiri óskað eftir því að taka til máls undir fundargerðum bæjarráðs og því bið þá sem að samþykkja fundargerðirnar að rétta upp hönd. Fundargerðirnar eru samþykktar með 11 greiddum atkvæðum. Þá er það annar mál á dagskrá en það er fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 18. maí síðastliðnum. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Árni Sigfússon, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ég vildi bara spyrjast fyrir annan lið þar sem er fjallað Stakksbraut 9, lóðarsamning og frágang hans. Ef einhver geti útlistað aðeins hvað er í því fólkið. Kristján Jóhannsson. Gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Þetta mál í stjórn hafnarinnar snýst eftirstöðvarskulda United Silicon við Reykjaneshöfn og menn eru að reyna að komast að samkomulagi þessa skuld og þetta er sem sagt liður í þeirri vinnu að taka lóðina og ganga frá skuldinni á viðeigandi hátt. Vonandi þetta svari spurningunni. Það er ekki fleiri óskað eftir því að taka til máls, svo þeir sem samþykkja fundargerðina eru beðnir að rétta upp hönd. Fundargerðin er samþykkt með 11 greiddum atkvæðum. Þriðja mál á dagskrá er fundargerð fræðsluráðs frá 27. maí síðastliðnum. Orðið er laust. Það hefur enginn kosið að taka til máls. Þeir sem samþykkja fundargerðin eru beðnir að rétta upp hönd. Fundargerðin er samþykkt með 11 greiddum atkvæðum. Fjórða mál á dagskrá er fundargerð barnaverndarnefndar frá 29. maí síðastliðnum. Það sem framfór á þeim fundi er trúnamál en orðið er laust. Það hefur enginn óskað eftir því að taka til máls og fundargerðin er lögð fram. Þá er dagskráin tæmd en nú er gert fundarhlé á meðan gengið er frá fundargerð. Er búið að slökkva á? Stefán, er búið að slökkva á? Nei.
Nú eru fundargerðin lesin. (523) fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn að Tjarnargötu 12, 7. júní 2017 kl. 17. Viðstaddir Árni Sigfússon, Baldur Guðmundsson, Böðvar Jónsson, Elín Ósk Bjarnadóttir, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Kristinn Þór Jakobsson, Magnea Guðmundsdóttir, Kristján Jóhansson, Eysteinn Eyjólfsson, Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri og í forsæti var Elín Ósk Bjarnadóttir. Fyrsta mál fundargerð bæjarráðs frá 18. maí og 1. júní 2017. Forseti gaf orðið laust fundargerðirnar til málstóku Kristján Jóhansson, Eysteinn Eyjólfsson og Kjartan Már Kjartansson. Fundargerðirnar voru samþykktar 11:0. Annað mál fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 18. maí 2017. Forseti gaf orðið laust fundargerðina til málstóku Árni Sigfússon og Kristján Jóhansson og fundargerðin samþykkt 11:0. Þriðja mál fundargerð fræðsluráðs frá 26. maí 2017. Forseti gaf orðið laust fundargerðina og fundargerðin samþykkt 11:0 án umræðu. Fjórða mál fundargerð barnaverndarnefndar frá 29. maí 2017. Forseti gaf orðið laust fundargerðina og hún var lögð fram án umræðu. Þeir sem samþykkja fundargerðina rétt upp hönd. Fundargerðin samþykkt með 11 greiddum atkvæðum og verður undirrituð. Þá 523. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar hér með slitið.